Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Eins og alltaf, þá byrð ég að smella á like að þið líkar það sem við erum að fjalla og ég að skrifa komment fyrir neðan póstinn. Það er alltaf ánægilegt að sjá hvað fólki finnst. En gestur minn í dag er hann, ég verð að kíkja hérna, Svanur Gísli, ég var að millinafnið þitt, Já, Þorkels. Velkomin í þáttinn, Svanur. takk fyrir það. Þakka þér fyrir að bjóða mér. Já, það vakti forvitni mína þegar ég var einhvern tímann lendi á pósti frá þér á Facebook að þú varst að skrifa álfa og ég eiginlega bara vildi fá að forvitnast aðeins meira það hvað kom til og af hverju skrifaðir hann á ensku. Já, ég hef nú lengi haft það fyrir starfa að vera að leiðsegja fólki hér slóðir Íslands Já, og margir þeirra sýnt mikinn áhuga þjóðtrúnni og ekki hvað síst þeirri staðreynd að það eru margir Íslendingar sem að trúa að til séu álfar og til annar hulinn heimur hér við hliðina á okkar. já, Og ég hef frá bernsku verið svona kynntist þessu mjög snemma vegna þess að ég er alveg upp í sveit á Snæfellsnesi og fyrir ofan bæinn voru álfaborgir var mér sagt og mér var sagt að haga mér á ákveðin hátt til þess að styggja ekki álfana og þetta einhvern veginn festist með mér, í mér og á mér og síðan þegar ég fór að fást meira við skriftir og sem ég geri enn náttúrulega að þá datt mér í hug að reyna að gera þessu einhver skil en samt á þann hátt að þetta höfðaði til ekki bara Íslendinga, kannski minnst Íslendinga vegna þess að þetta er okkur í blóðboði nánast. Við þekkjum flest þjóðsögurnar og skiptin milli álfheima og mannheima og svo framvegis. Þetta er svo náið tengt í íslenskri þjóðmenningu að mér fannst eiginlega tilhlýðilegt að reyna að gera þessu skil á ensku sem er svona megin tungumáli sem að ég leiðsegja á já. og þess vegna skrifaði ég hana á ensku. Skýringin komin, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér vegna þess að ég tók eftir því þegar ég var með að hópa af Bandaríkjamönnum aðalega fyrir nokkrum mánuðum síðan að þá vildu þau álf komast í bókabúð og þau voru að leita eftir bókum álfa. Já. Og þau voru mikið að spá í hvar eru álfarnir og hvernig getum við tengst þeim og hvað eigum við að gera og hvernig eigum við að gera það. Þannig að þú veist þetta var svona svolítið, mann alltaf getur ekki bara sagt hei við skulum hringja bjöllunni hjá þessum eða eitthvað. Maður verður að aðeins að skýra fyrir fólki en ég til dæmis með þennan tiltekna hópa þá byrjaði ég á að fara að Álfhólnum á Álfhólsvegi í Kópavogi og voru svo uppnumin af bara reynslunni að vera þar og tengingun sem við fengum. Þannig ég skil þetta alveg að þú höfðir til erlendra aðila en þú segir kannski ekki svona hefðbundna álfasögur það? Reyndar ekki. Ég veit ekki eiginlega hvað hefðbundin álfasaga er vegna þess að útlendingar þeir hafa allt öðruvísi hugmyndir álfa heldur en við. Þetta er svona meira byggt á þeirra það sem þeir hafa séð í kvikmyndum þar sem álfar með uppmjó eyru og svona líta út allt öðruvísi heldur en við menn í alvöru sko, en líta meira svona út eins og einhverja geimverur þegar heldur en í íslenskum þjóðsögum að þá eru álfar menn. Já. Þeir hafa yfir sér hulinn sjálf og geta ráðið því hvort þeir eru sjáanlegir eða ekki og svo er líka skipting á milli álfanna, það er skipting á milli huldufólks og háálfa og þetta alveg eins og í okkar heimsýn, gömlu heimsýn að þá eru álfar og svartálfar, það eru gerður munur á álfum, það eru ekki allir álfar eins. Nei, ekki og ég var svona að reyna að streitast á móti þessari sýn þar sem að álfarnir líta út eins og þeir séu teiknaðir af Walt Disney. Já, ég byrjaði alltaf á að segja að fólk, þeir eru ekki með svona pointed eyru og þeir eru ekki í grænum fötum eða eitthvað þess að maður þarf að byrja að útskýra sko. Já, nákvæmlega.
Í bókinni, það er skemmtilegt að þú kemur inn á Álfhólinn á Álfhólsvegi, vegna þess að í endir bókarinnar hann einmitt lýsir smá hérna hvernig hann kemur semst við sögu. Já, ég skil, ok. Alveg í restina, sko. Já, alveg í restina, það dettur mér inn. Hérna er Álfhóllinn. Það er mjög merkilegt, sko, öll börn sem byrja í skólanum hana, þau gjarna allir fyrstu bekkingar koma gjarnan svona aðeins yfir árið til skólastjórans til að segja, veist það að búa álfar þarna úti? Já. Þannig að þú veist, þetta er mjög sterk trú og mjög sterk skynjun og ég veit að það var drengur sem að bjóð þarna andspænisskólanum, hann átti vin sem var ósýnilegur foreldrunum, en hann var svo sýnilegur fyrir hann að þegar þau fóru í bíltúr eða eitthvað í bílnum, þá þurfti að spenna öryggisbeltið hann líka. Já, hann var með, sko. Mér finnst þetta mjög merkilegt vegna þess að og Álfhóllinn er talandi dæmi um það að Íslendingar eru tilbúnir að taka tillit til þessara náttúruvætta eða hvað við viljum kalla þá og þar með kemur sem sagt ákveðin tilfinning fyrir náttúrunni og virðing fyrir náttúrunni. Þetta var allavega það sem ég tók frá minni bensku að ekki að kasta grjóti í Álfaborgina og bera virðingu fyrir náttúruvættinu, hvers sem það var og mér finnst þetta bara mjög gott að styðja við þessa þjóðtrú að vissu leyti vegna þess að þetta hefur þetta hefur í för með sér líka tilfinningu fyrir umhverfið og hvernig við komum fram við umhverfið. Algjörlega, og þetta er náttúrulega partur af sögunum, því að þegar að, þú veist, ef maður les bara Edduna, þá náttúrulega er skilningur þeirra sem að trúa, eru ásatrúar, er að þessa allar verur séu til, risar og jötnar og allt þetta, og í rauninni flytjast þeir með þessu fólki til landsins, allavega eins og ég sé það. Já. Og svo viðhelst þetta. Ég fer onni í þetta svolítið í bókinni og í bókinni minni að þá eru álfarnir fyrir þegar þeir komu áður. Að Ísland var sem sagt eina landið í Norðurálfu sem var ónumið og álfarnir voru búin að fá yfir sig nóg af ágengni sem sagt vissrar heimsfræði sem ekki reyndar viðurkenndi tilvist þeirra. Og þeir ákveða að fara til þess land sem að enn var óbyggt og síðan þegar að menn koma hingað að þá ákveða þeir að fela sig. Já, það fara þeir bara inn á aðra vít, já. En þetta er sko, mér er svolítið merkilegt að hugsa það sko að það ekki talað svo mikið um álfa í til dæmis Noregi og Svíþjóð. Nei, ekki mjög mikið, en þessi trúa, eða þessi fullvissa hulinn heim, að hún er mjög sterk með keltneskum þjóðum. Já. Írland til dæmis er yfirfullt, öll forsaga Írlands er full af álfum. Já, sko miklu meira þannig að það er náttúrulega, það er blandaður hópur sem kemur hingað. Það er normen, það er fullt af þrælum og þeir eru keltneskir og þeir eru skoskir og þú veist, þetta er stór hópur af fólki. En þessi trú sko, hún er miklu eldri heldur en kannski fólk grunnar vegna þess að þeir sem að svona leggja í þetta mannfræðilega túlkun sýna fram á að leið og að haugamenningin kemur frá Kaspíahafi og yfir til Evrópu þar sem að forfeðurnir eru heygðir í haugum að þar verður til áadýrkun sem að þróast út í sem sagt eins konar trúa á álfa eða hinnir gengnu verða sem sagt eru í hullisheimum. Þeir eru í hullisheimum. Það er alveg rétt, þeir eru í hullisheimum, en við getum náð í sambandi við andan. Já, þetta er svona mannfræðileg pæling, sko,
Já. og ég ekkert fjarri því að hún sé rétt, sko. En ég held líka í svona ævintýra ljóman yfir þessu og er ekki endilega að svipta allri hulunni í burtu með að þetta sé allt saman bara því að þeir ráða greinilega yfir ef að þeir eiga að geta gert allt sem að íslensku þjóðsögurnar segja okkur frá, að þá ráða þeir yfir tækni sem að er miklu fremri okkar. Já, það er spurning að hverjir þeir eru þarna í annarri vít, en fólk er í góð sambandi við alveg mjög margir og eitt af því sem hún þú varst að tala um menningararfin okkar, eitt af því sem, og vinkonu mín Bryndís Fjóla sem býr á Akureyri, kalla sig Huldukonuna Álfadís á Facebook, hún er í rauninni að mæla fyrir því að við verndum ákveðin svæði á landinu með tilliti til þess að það eru aðri sem búa þar heldur við. Já, ég er sjálfur sér alveg tilbúin að taka undir þau sjónarmið vegna þess að mér finnst að við séum svolítið ósvíðin að ganga of nálægt náttúrunni. Það eru reitir sem eiga bara að fá að vera í friði og með hvaða rökum sem að það er stutt að þá er ég náttúruverndar sinni. Já, en þetta er einmitt, sko, þetta er bara líka sagnarfurinn okkar, hann er svo samgróinn landinu. Já, það eru til engi og svæði út all land sem að ekki eru slegin vegna þess að þau tilheyra álfum. Og ég finnst gaman að segja frá því og fólk undrar sig á því að það sé enn svona tilfinningaleg tengsl, nægileg tilfinningatengsl við þjóðtrúna til þess að sporna við ágirninni. En þá, já. En þetta er alveg frábært. En skrifaru, að því nú er ég ekki búin að lesa bókinni en ég bara sá hana og ég hugsaði mér, ég þarf að panta hana af Amazon, þetta er eitthvað smá tíma, ég ætla bara að tala við hann, ég ætla að fá að vita hann sem er bókinni. Svo ég eftir að kaupa hana, ég kaupa hana þegar ég fer næst til Bandaríkjanna að heimsækja son minn, því þá get ég panta hana og látið senda hana til hans og tekja hana heim. Hún fæst reyndar ég er ekki búin að vera að dreifinni mjög víða en það kemur að því núna í vor en hún fékkst alveg upphaflega og strax nánast í sögubúðunum, þú veist, í Saga shop sem sagt í Reykjavík. Ég held að séu 3 ár allavega. Já, ok. Það er svona ferðamanna verslanir. Já, ok. Svo nú er ég hætt að vera ferðamaður í Reykjavík. Já, ég meina það eru 3 verslanir sem að heita Saga sem að og eigandinn hafði strax samband við mig og baði hvort ég geti rettað einhverjum inntökum í þetta og ég gerði það bara. Já, það er frábært, sko. Ef ég segi, þetta fólk það bara var yfir borðunum, býtu hvað eru sögurnar Álfatna? Já. Nú er bókin að koma út í svona með meira í því formi sem að ég held að hún komi til með að verða svona aðgengileg undir. Já. Og það eru Bretar sem eru að gefa hann út, það er bresk útgáfu fyrirtæki, ekki bandarist eins og fyrsta útgáfan. Ok. Og þegar ég var að skrifa bókina þá var hún miklu stærri, ég geti alveg viðurkennt það og kaninn skar hana niður alveg við nögl, sko. Allar mínar tilvitnanir í bókmenntirnar eða sem ég var að nota voru teknar burt og það var bara söguð þráðurinn sem eftir stóð. Já. Ef hún kemur einhvern tímann út á íslensku þá læti alla þessa tengla fylgja. Íslendingar eru svona grúskar, skilur. Það er ekkert að koma með eitthvað, setja eitthvað fram og vera standa án þess að geta sett fram einhver rök fyrir því, sko. Já. Mér finnst þetta frábært og ég hef oft farið að lesa aðra hluti út frá tilvitnunum í bókum. Já, það er nákvæmlega. Það er náttúrulega rosalega. Hvenær heldur hún komið út í Bretlandi? Hún kemur út núna 19. mars. Það er bara á næstu blöðsum. Það er bara á næstu, ok, það er bara ekki morgun heldur inn eins og það stendur. Já, akkurat. Og ég ætla einmitt að það verður svona smá svona útgáfu
ekki hóf, heldur fundur, Já, þar sem við bjóðum fólki að koma einmitt á svona hérna fjartengda fund sem sagt, verður linkur sem við ætlum að senda út til þeirra sem að gjarnan höfðu áhuga já. og fólk getur bara spurt og alveg eins og þú ert að gera núna, þú ert bara með, Já, ég bara var svo, þú hefur bara forgang. já, takk fyrir það. Ég bara var svo forvitin, þannig að heldur þú með þig á amazon.co.uk? Já, þú verður þar. Ok, það er náttúrulega frábært. Þá er maður bara enga stund að fá að senda. Enga stund að hafa, sko. Nei, og það er ódýrar, þannig það munar rosa miklu. Já, Mjög spennt að heyra það. En svo tek ég eftir að því ég náttúrulega les Facebook síðan nokkuð reglulega, að þú hefur verið að skrifa alls konar hluti úr það sem við getum sagt fortíðinni og þá er ég að tala 600 ára aftur í tíman eða meira. Hvað ertu að bralla núna? Hvað ertu að spá í að skrifa eða er þetta bara svona grúsk hjá þér sem þú ert að deila með okkur? Nei, þetta svona meðfram vinna, sko. Ég rekst á eitthvað eða finn eitthvað sem að mér finnst athyglisvert, kannski sem ég hef ekki séð mikið áður, þú veist, fjallað og þá set ég saman einhvern smá pistilinn og ég kalla þetta alþýðufræði og það hafa nú margir verið að skora á mig með það að reyna að koma þessu út í bók, sem sagt bara litla pistla sem að þú getur haft hvað sem í húsinu og þú getur greipið og lesið án þess að binda þig inn í þurfa að klára bókina, skilur. Já. Ég er mjög sammála því að þetta var mjög fróðlegt því að við vitum í rauninni, það er ákveðið bil í sögun okkar sem við vitum svo lítið Já, sko, við eigum náttúrulega 1100 ára sögu, sko, en margar aðra þjóðir og kannski flestar aðra þjóðir eiga miklu lengri sögu og það er miklu svona dýpra á sögunni hjá þeim heldur en okkur og þar á ekki, þá íslensk saga fyrir kannski utan 14. og 15. öldina mjög vel, það eru miklar heimildir okkar sögu og það er ekkert auðvelt að skapa einhverja nýja sýn á það eða koma með eitthvað sem enginn hefur heyrt, skilur en það er svona ýmislegt sem er fáheyrt. Ég kannski tvisvar sinnum komist niður í grúskinu á svona hluti sem ég veit að var ekki vitað áður, sko. Og það voru til dæmis tengsl Jóns Gentleman sem að gerði strandtök og rændi eyjarnar áður en að Tyrkir komu og félagi hans sem að átti að hengja í Bretlandi fer síðan til Alsír og ég set tengsl á milli, það eru aðeins örfá ár sem skilja þetta að ég set tengsl á milli þessa atburða og síðan Tyrkjaránsins sem kallaði Tyrkjaránið í dag, þessum var Jan Jansson, hollenski sjóræninginn leggur leið sína hérna upp í Norðurhöf á 3 skipum og rænir 400 manns, skilur. Þessi linkur hefur held ég ekki verið kannaður og ég hef hvergi séð hann annars staðar. Þannig að í rauninni vissi þessi Jón eða John, hann vissi af Íslandi áður en hann hittir hinn sem bjargast frá gálganum og þeir fara saman. Og hann hyggur á hendur. Já, það er nefnilega málið, sko. Hann hyggur á hendur. Honum finnst hann að hafa verið farið illa með hann í Vestmannaeyjum. Ég skil, þetta er djúp saga, sem sagt. Það er dýpt á þessari sögu. Nú ég hef svona reynt að velta upp svona áhugaverðum hlutum. Ég til dæmis fór í sérstaka ferð til Skotlands til þess að reyna að finna atgerðin hans Gunnars sem að hugsanlega gæti hafa verið slæðist í net skosk togara og gæti hugsanlega verið á safni í Skotland. Já, ok, þetta er alveg bara, wow, atgerðin í sjó eða hvað? Já, hann fórst með Eggert Ólafssyni, sko. Eggert var með hann í farteskinu þegar hann drukknar. Já. Það veist ég. Þetta er saga sem að ég segi svolítið frá og svona
sem að ég hef verið ég hef áhuga á ég fór út þarna til þess að reyna að finna þetta en þá var bara verið að skipta söfnunum upp í svona sjóminjasafn og almennt safn og þessi ákveðni klumpur, riðklumpur sem að ég reyndar hef séð að mynda og röntgenmynda og með fjöður eins og Aggerinn kann að hafa verið með vegna þess að hann söng þegar að hann var sveifla og söng í fjöðrinni sko. Já. Og ég hef áhuga að fara aftur út og þegar þeir eru búin að koma upp þessu safni og sjá hvort þeir eru tilbúin að kanna þetta betur. Já, þetta mjög spennandi sko, ég meina það ekkert svo mikið af svona fornum leifum, ég velti fyrir mér hvort það sé bara allt undir ösku og grjóti eða eitthvað. Nei, það til dæmis heimildir það að Rimmugiu, öxin sjálf sem var geymd í Skálholti, að hún hefði verið send á safni út í Kaupmannahöfn. Það hefur enginn gengið eftir henni. Já. Já, þetta eru frægustu vopn fornaldar. Já. Og við bara svona, þetta hlýtur að vera allt svona bara, og þetta jafnvel skáldskapur bara. Og svo eru til heimildir þetta frá miðöldum, seinni miðöldum, sko, þessi vopn að hafi verið til, sko. Og þar með ákveðin staðfesting á sögunum, sko. Að sjálfsögðu. En hver sko, það Aggerinn og svo það Rimmugígur? Já. Rimmugígur öxi? Öxin, já. Þetta mismunandi, Rimmugígur og var ekki eigu Gunna, sko. Nei. En Aggerinn, hvað Aggerinn ekki spjót? Jú, þetta svona spjót með svona kannski ekki held ég klumpurinn sem að ég að pæla í, sko. Nei. Hann spjót bara með fjöður en sumar Aggerar voru með svona axarkendu blaði, sko. Já, svona eins og, já, ég sé það til dæmis, þú sér myndir af Vatíkaninu, þá eru þeir með Aggera, svissnesku lífverðirnir, standa með Aggera, sko. Já, sé það sem maður á að skoða þá. Ég hef alltaf haldið að það Aggerinn væri svona bara eins og spjót, sko, sem bindur. Já, hann með, flestir eru þannig, það alveg rétt hjá þér. En það eru til þessi önnur gerð af Aggerum. Já. Ég sko, eins og ég segi bara svona lítil sögubrot eins og þú segir, sko, í staðan fyrir að maður sé að lesa heila bók. Já. Eru mjög spennandi vegna þess að þú getur bara flett einhvers staðar í bókinni. Já, komið einhvers staðar á eitthvað. Já, og það kannski leiðir til svo ferð að skoða næstu blaðsíðu því það náttúrulega alltaf eitthvað framhald í öllu. Já. Þannig að mér finnst þetta mjög spennandi væri mjög spennandi að hafa svona litla bók einhvers staðar til þess að fletta upp. Eina sem ég myndi vilja var að hún væri sko með þessum nýja kilis þeir eru með sem svona eins og hvað svona laus, þannig að þú getur lagt bókin alveg flata niður. Já, hún leggist ekki saman aftur. Þær eru suma hverja svo þræl saumaðar í kjölinn, sko. Já, límbart halveg. Og svo bara lokast þær, sko. Sammála því. Já, það minnst þetta, sko, þú veist, ég held að margir myndu fá meiri áhuga á sögun okkar út af þessu. Já, sko, ég var alltaf að segja það, sko, sagan, hún gengur ekki langt aftur og ég hef líka áhuga á sagnfræði sem að gengur aftur fyrir skrifaða sagnfræði. Ég hef verið að grúska svolítið mikið í þróunarferli mannsins bara almennt á jarðkúlunni og mér finnst mjög merkilegt hvernig við erum, þú veist, ástandi í dag þar sem allir eru að skipta sér upp í hópa og þykjast vera eitthvað sérstök og svona, svo með beinið erum við bara öll eins og afkomendur sama fólksins, sama hvernig við erum á litin og svo framvegis og mér finnst þessi aðskilnaða stefna sem er haldið úti og allar forsendunar taldar upp, þú veist hvað við erum ólíka, hefum ólíka menningu eða hugsa ólíkt. Í grunninn þetta bara ekki rétt. Við erum ofboðslega lík og við erum ekki bara lík í dag, við höfum alltaf verið lík. Já. Við vorum nægilega lík neandertalsmanninum til þess að eignast með honum börn, skilurðu. Já.
já, Og neandismaðurinn upprunni trúarinnar. tröllakinn, já, hann er tröllakinn, já. En það sko, samt svona eins og það hafi verið sko nokkrar fyrirmyndir að því þú skoðar þá sem eru við hérna Kyrrahafið, Já, sérstaklega, að þá eru þau til dæmis lágvaxnari heldur en við. Eru við þá risarnir að því við erum hávaxnari eða? já, við vorum öll lágvaxin. Já, já, já. Já, ef maður þarf ekki annað en að fara bara á gamla bóndabæi eða söfnið eitthvað til þess að sjá að það var sofið Það eru bara hollendingar sem eru hávaxnir. út af hverju segir það, út af þau gengur allt yfir trékvöld. Þeir eru hávaxnasta þjóð heimi, sko. Já, er það? Fyrir utan kannski Masai, hérna fólkið í Afríku, sko. Já, Sem þar eru bara allir næstuð yfir 2 metra, sko. já, þeir eru alveg rosalega spýrur, sko. Já, Já. En borgarbúar eru alltaf hávaxnari heldur en þeir sem að búa í sveitum. Það er eitthvað sem að veldur því að þeir verða með tímanum hávaxnari heldur en þeir sem búa út á landsbyggðinni, sko. Er það út af því að meira álag á líkamann eða? Það er erfitt að segja til um það. Það er sumir sem segja að það sé svona fjölbreyttari fæðu sem tegundir sem að þeir hafa aðgang að og kannski léttara líf borgarbúa. Já, léttara líf. Það er ekkert að milli mála, sko. Það er rosa Það þarf ekki sama regla vöðvaköggul til þess að rífa upp grjótið og yrkja jörðina og reka féð og allt þetta, sko. það er annars konar fólk, það er alveg rétt hjá þér. Það er annars konar, og maður sér vöxtin eins og til dæmis þegar ég hef verið í Perú, þá horfi ég á fólki sem er þar. Allir eru lágvaxnir, meirihlutinn er lágvaxinn, en þeir eru rosa breiðir hér. Já. Þeir eru með miklu meira lungnaþan í þessa áttina. Byggja á miklu herfiga jarðsvæði heldur en við. Já, þeir eru upp í þurfa lungun, sko. 3 og upp í 5.500 metra hæð, sko. Og það sem mér finnst athyglisvert, sko, þeir eru líka með styttri fótleggi að þeir þurfa að labba allt. Og ef þeir myndu vera í þessari hæð að taka, það er svona eins og ég hugsaði, sko, myndu vera í þessari hæð að ganga svona eins og við stikum hérna í borgarlífinu, sko, þá myndi þeir strax verða svo móðir. En þeir fara þetta hægt og rólega því að, sko, það voru ekki hjól til hjá enganum. Það var allt búið. Nei, það er mikið rétt, sko. En við vorum aðtúa það að maðurinn, það er alveg vita pottþétt að við höfum verið á jörðinni í svona mikið til þessari mennskumynd í 300.000 ár. Og megnið af okkar þróunarsögu er óþekkt. Við vitum svona ýmsa hluti, en hvenær við síðan byrjum að skiptast upp í þær svona ættir, kannski mannsættir sem að við höfum í dag, þar sem að Grænlendingar eru til dæmis eru mjög aðlagaðir að sínu umhverfi og þeir eru ekkert ósvipaðir í sínu vesti og Perúbúar. Það eru rétt, einmitt. Þeir eru líka aðlagaðir að öðrum hlutum. Það eru útlimir styttast og svo að hjartað þurfa ekki að dæla út í alla, þurfa að dæla styttri leiðskilur og halda hittanum og svo framvegis. Þetta er ákaflega interessant stúdía, sko, mér finnst það, sko. En í grunninn liggur finnst mér það að við höfum ekkert á móti því að deila genunum okkar með hvert öðru, hvernig sem við lítum út. Og það kom svo greinilega í ljós hér á Íslandi til dæmis að við héldum að við værum öll af norrænu kyni, þú veist, og síðan kemur það í ljós að við vorum eiginlega miklu fjölbreytnari hér á landnámsöld heldur en við erum jafnvel í dag, þótt að við höfum nú gert okkar besta til að blandast svona. Já, við erum nokkuð duglega gesturinn sinn, eins og það stendur. Þannig, en það er sko, þetta er mjög skemmtileg pæling, sko. En þú varst að spyrja líka það hvað ég var í svona
hef í huga núna og ég að skrifa bók sem að mér finnst vera komin tími til að verði skrifuð og hún gerist á 17. öld á Íslandi en fer síðan út í heim. Vinnuheitið á henni Álfaslóð. Nei, ekki Álfaslóð heldur. Þú ert allir í alvanum með það. Já, það svolítið alvarlegt í henni en hún heitir Fálkaslóð. Já. Og hún upprunni, hugmyndin byrjaði á því að hugsa þetta sko að Ísland voru heimkynni og eru enn heimkynni öflugasta fálka í heimi, gírfálkans. Og hundruðir para voru teknar á ári hverju og fluttir út til Danmerkur. Danakonungur á þessum tíma hafði sérstaklega höll, tréhöll í bakgarðinu þar sem hann hýsti íslenska fálkana. Og til hvers notaði hann fálkana? Hvað gerði hann? Við alla þennan fjölda. Hann notaði þá til þess að kaupa sér velvild, höfðingja, sjóræningja, valdamanna út alla Evrópu og þannig tryggði kaupskipum Danmerkur sem sagt öryggi á ferðum sínum alveg suður í Miðjarðarhaf og lengra á meðan að skip annarra landa eins og Bretland sem átti náttúrulega jafnstóran floti ekki stærri heldur en Danir þurftu stöðugt að verjast árásum annarra landa. Skip Danakonungs sigldu óáreitt öll heimsins höf, má segja. Þetta aldrei heyrt áður. Já, akkurat. Og þú bjóst alveg í næsta nágrenni við það sem að sagan byrjar. Hún byrjar auðvitað á Arnarstapa. Já, því ég hef alltaf sagt það, sko. Þetta voru staparnir sem erninni voru í. Þeir voru ernir og það voru fálkar þarna líka. Já, ég meina. En svo ég bý gletta sögu af konu sem reyndar rænt og síðan sem var fálkatemjari eða áskona fálkatemjari í Íslandi og fálkatemjari fer síðan á eftir henni að reyna að finna hana. Já, en spennandi. Þetta er spennandi. Hún verður á íslensku? Já, hún verður á íslensku. Okay. Það verður ekki. Heldur að hún verði komin út fyrir jól, það jólabókin okkar á þessu ári? Nei, hún er stór til þess held ég. Kannski það næst. Já, mér finnst þetta mjög spennandi áhugi fólks á að skrifa bækur sem gerast hér og í útlöndum fyrir löngu síðan, sko. Já, það þarf ekki ýmislegt að taka til greina. Vegna þess að þau til dæmis enda bæði upp á Möltu eftir að hafa farið til Indlands og á þessum tíma þá kemur þekkt byggingu í sögu sem Taj Mahal á Indlandi. Já, sjálfsögðu, já. Það verið að byggja hana á þessum tíma, akkurat á þessum tíma. Já. Þannig að það svona sögulegu hlutur. Ég vona að þetta verði skemmtilegt. Mér finnst það skemmtilegt að eiga við. Þetta er bara svo skemmtilegt að fálkatemjari. Ég bara, þú veist, já, auðvitað var þetta hérna. Fálkaveiðar voru vinsalasta íþrótt í heimi tíma. Hún var náttúrulega takmörkuð við þá sem áttu fálka. En til dæmis að þegar áður en að furstar eða barónir eða hverjir sem voru að berjast áður en orrustan hófst að þá komu eigendur fólkanna saman, þú veist venjulega kongarnir eða hvað þeir voru og þeir kepptust innbyrðis hver ætti besta fólkan, hver var þetta var íþróttin sko. Og þetta enn stundað í Miðausturlöndum sko. Já, það mjög mikið fálkaáhugi þar, sko, mjög mikið. Og á Spáni, þar sem að fótboltaleikir á ákveðnu félagi, það nefna það. Okay. Hefjast á fálkasýningu, sko. Vá, þetta er bara dásalegar upplýsingar. Ég verið að horfa á hann Robert Kennedy. Já. Hann er búinn að vera, hann er svona, hann er með fálka. Þeir kalla það falconry, hann náttúrulega, þú veist, lætur það fljúa og eitthvað. Já, falconering, já. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Ég er náttúrulega mann eftir því að það voru Þjóðverjar voru teknir við brottför frá Íslandi að þeir höfðu verið að stela fálkaeggjum. Já,
Sko, ungur fálki, gírfálki, ef þú eignaðist unga, þá getur þú selt hann fyrir svona í kringum 5 milljónir íslenska króna. Það er ástæða. Já, Já. já. En hefur fálkunum ekki fækkað hér á landi? Þeir eru náttúrulega vendaðir og fálkastofnin hrundi á 17. öld. Ég get Hann hrundi. rétt ímyndað mér það, það var verið að flytja hundruður para út. Sko, við vorum með hús á fálkahús á Valhúsarhæð. Það er sem sagt það sem Já, það sem Valur er fálki, já, er það nefnt, Valur. hæðin nefnt eftir því, já, þeim á Seltjarnarnesi. Já, síðan var húsið flutt á Bessastöðum eða Fálkamiðstöðin og en á þeim tíma þegar að upp úr svona 1620 að þá verða þess vart að fálkastofnin er hrunin í raun og veru og hann hefur aldrei náð sama flugi og hann var áður sko, ekki næstu því sko. Nei. Getur ímyndaði það þegar 100 para kannski stundum voru send árlega út í Danmörku. Já. Þetta er ekki smá blóðtaka. Það er rosa blóðtaka. Þetta er alveg bara stofneyðing. Já, nákvæmlega. Já. Og þess vegna þurfum við álfana til þess að passa að við gerum ekki svona. Já, það er maður sem við þurfum að þeim að halda til að hjálpa okkur. En ég sé sko, ég var einsinni, við vorum að veiða ég man ekki hvað á hann heitir í augnablikinu, þannig að vestur á fjörðum og ég skrapp að sækja bensín á bílinn og það var sko, það var tjaldur á veginum, sennilega tjaldungi sko og fólkin kom og sló hann þannig að hann svona var vankaður og svo komu þeir 2 á eftir næst sko og náðan. Já. Þetta var alveg, þetta var bardagatækni algjörlega. En sko, þú varst að keyra og tjaldurinn er á veginn. Ég stoppaði bílinn til að horfa á, sko. Það er margir sem að furða sig á því hvað tjaldurinn er skrítinn með það að verpa svona í vegarkantinum víða, sérstaklega á Suðurlandi. Já. Og síðan á vakttíman eða ódungunartíman og þá ungandi vappandi allar jarðir á götunni sko og þeir sem að keyra þetta oft að þeir eru ofta að taka stórar sveigur og kannski stundum hættulegar til þess að keyra ekki yfir þá. Og spurningi vaknar hvað tjaldurinn að hugsa? Af hverju hann að verpa svona nálægt veginum? Og þá kemur það því að tjaldurinn veit að bæði minkur og tóa forðast vegina. Já. Hann er að venda reiðrið með því að vera svona alveg í kantinum á veginum sko. En síðan þegar að hann orðinn svolítið berskjaldar eins og þú varst vitni að fyrir. Já. Það er sko, en þegar ég var á Hellnum að þá eitt vorið, þá var bara tjaldur búin að verpa á miðju bílastæðinu fyrir framan húsið sko. Og við tókum eggin og við þú veist, með stórum skóplum fórum svona undir og tókum allan jarðveginn og eggin og færðum það til. Það leit ekki við þeim eftir það. Já, en þetta er sko, merkilegt að þeir hér á Íslandi allavega það mynda svona séraðstæður. Ég veit ekki hvort að tjaldurinn gerir þetta út í Færeyjum. Það getur vel verið. Það sem hann nú þjóðarfugl. Já, ég veit, ég náttúrulega bara eins og komið til Færeyja sem mér finnst vera dásalegar eyjar og ég man ekki eftir að hafa séð á í vegakantum. Ég náttúrulega var í rútu og maður sér ekki alltaf maður satt ekki fremst á sæti sko þannig að ég var ekki farastjóri í þeirri ferð. Þannig að þá sér maður ekki hvað. En ég sá hins vegar sko grindhvalavöðu og grindhvaladráp sko þegar ég var í Færeyjum. Og það er mesta virðing við afla sem ég hef séð. Mesta? Virðing við afla. Já. Það mætti allt bæjarfélagið, þeir sem ekki voru að skera eða draga eða hvað annað, þeir voru að fylgjast með og það var fyrsti hlutinn af hvalnum fór á hjúkrunarheimilið
og næsti fór á elliheimilið og svo að deilt niður. Já, já. Ég kynntist aðeins landlæknum í Færeyjum. Já, Hann var Paul Weihe sem var einn af þeim fáu sem hefur lagt svona fram vísindalegu rök fyrir því að þetta mikla grindaráð því sé ekki endilega af því góða, sko. Því að það er svo komið mikið að kvikasilfri í hafið sem endar upp í hvalnum. já, já. Og þetta reyndar sagan, sko, að þetta hefði áhrif, mikil neysla á greind hefði áhrif á greindina, sko, á greind mannsins, ekki greindina, heldur greind mannsins. Já, já. Og hann sýndi mér fram á, já, ég gat ekki hrækið þau rök, sko, að það væri að kvikasilfur hefði ekki góð áhrif á heila starfsemi mannsins. Já, ég veit að kvikasilfur hefur það ekki, en það sem mér fannst athyglisvert, ég horfi náttúrulega bara á þetta sem hefð. Já, já. Við vorum fátæk hér á Íslandi, en Færeyingar voru ennþá fátækari og það var farið rosalega illa með þá af dönsku ríkisstjórninni, þannig að konungsveldinu sem hvað viljum kalla. Við vorum alltaf ekki nýlendur eins og þeir hafa við að halda fram núna, þannig að þetta var, ég held að þetta hafa bara verið lífsbjörg og þeir halda ennþá í það, kannski svona eins og við borðum súrmat og eitthvað þess áttar, af því að það voru lífsbjörg á sínum tíma, sko. Já, nei, það mér finnst alveg sjálfsagt að við þekkjum þessa sögu, þessa harðeinda sögu Íslands og ég skrifa svolítið það, ég skrifa hvers vegna þjóðin svona fámenn. Ef að við höfum ekki lent í þessum hörmungum, svartadauða, Stórubólu og Skaftáreldum og svo framvegis, að þá væri þjóðin líklega, ef allt hefði verið sem sagt án þessar áfalla, þá væru við kannski 1,3 milljónir í dag, í staðan fyrir að vera undir 400.000. En hefði verið pláss fyrir okkur öll þá? Já, akkur ekki. Ég veit ekki, ég ger mér ekki grein fyrir því, sko, því að það er náttúrulega flestir flúðu úr Evrópu til Bandaríkjanna út af trúarofsóknum eða það var landleysi. Það var ekki landrými, sko. Við erum reyndar að tala hlut sem að kannski hefur ekkert verið endilega rannsakað mjög mikið, hversu marga, þú veist, og á mismunandi tímum, hvað landi getur fætt marga á mismunandi tímum. Já, já. Já, þú veist, ég þór mig ekki að fara neitt út í þá sálma, sko, ég þekki það ekki nógu vel, en mér finnst líklegt að þú veist, það voru eftir svartadauða þá lagðist allt Suðurland í eyði á stóru svæði sem enginn var lifandi og jarðirnar bara fór í óræð, sko. Já, já. Það er rosalega, það er náttúrulega farsóttir eins og það er náttúrulega alveg svakalegar, sko, alveg svakalegar. En það er náttúrulega, það var svolítið öðruvísi heldur til dæmis Skaftáreldar eða aðrir jarðeldar sem að drápu fyrir okkur ekki bara búféð, heldur líka grundina sem að búféði nærðist á, sko, með öskurlagi og óaran sem að því fylgdi, sko. Já, og svo það mingaðist vatnið. Já, og það var það sem er náttúrulega frakti stóra 20.000 Íslendinga í burtu á endanum þegar þeir höfðu loksins leið á að komast úr landi og í endan 19. aldar og byrjun 20. aldar þegar að Ameríka og Kanada opnuðu upp sín svæði, svoleiðis að Íslendingar gátu komist á skip til Danmerkur og þaðan yfir til nýja heimsins sem þeir höfðu samt ákveðið að nema ekki 1000 árum áður. Já, það er þetta bara að vanta mannskap til að drífa sig, sko. En það er mjög merkilegt, sko, ef þeir hafa verið við St. Lawrence fljótið eða einhvers staðar þar þarna í kringum árið 1000, að þá finnst mér alltaf svo merkilegt að algonkin þjóðirnar sem að búa á þessu svæði eru einu indíánir sem ég veit sem byggðu langhús. Já.
Og þá spurning, hvar lærðu þér að gera það? Já, það nú vantar talsvert upp á það að það sé einhver ummerki það að við höfum haft einhver menningarleg áhrif á frumbyggja Norður-Ameríku. En ég bjó í Kanada, í Halifax í 4 ár og var náttúrulega að taka þátt í kanadískri menningu og aðal íþróttin ég var að reyna að kynna fyrir þeim fótbolta og spilaði með fótboltaliðið þarna sko, Já. en allir í fótboltanum voru fyrst og fremst hockeyspilarar, hockeyleikmenn sko, íshockey. Og þá fór ég að hugsa það, hversu er þetta svona vísar íþrótt? Og þá komst ég að því að fyrsti hockeyleikurinn sem var getuðum sem sagt í rituðum heimildum fór einmitt fram í Halifax í Nova Scotia. Og jafnframt að þá fann ég út að verðmætasta hockeykylfan sem hefur verið selt á uppboði fór fyrir ofurfé og var búin til af Mi'kmaq indjánum sem að búa sem sagt upp í Cape Breton í Nova Scotia. Já. Svo þá spurði ég hvað hverju búa þeir til? Já, þeir bjuggu búa til frægustu hockeykylfur bara í heimi. Þeir voru bestir. Og af hverju voru þeir bestir? Vegna þess að þeir spiluðu ísknattleik sem að var leikinn á ís. Já. Sem sagt frosnum ís eða sem sagt vatni eða sjó. Já. Og ég dreif mig upp til Cape Breton til þess að reyna að finna út hvaðan þessi leikur kæmi. Já. Og fann loksins mann sem að kunni reglurnar sem að þeir spiluðu eftir, sem að indjánarnir spiluðu eftir. Vegna þess að það vill svo til að reglurnar til að leika það sem við köllum ísknattleik, víkingarnir eða forfeður okkar, fornir norðmenn, þeir spiluðu líka ísknattleik og þeir skrifuðu niður reglurnar og þetta voru meiri háttar viðburðir. Þetta var spilað í marga daga sko og það var mannfall í þessum leikjum. Þótti ekki vegna þess að margir spiluðu með öxunum sínum stæði fyrir sig. Og þetta rekur, mann rekur strax minni til þess að fyrsta víg Egill Skallagrímssonar var einmitt út af því að faðir hans hafði tapað í ísknattleik. Þú veist, og þetta gengur saman. En það sem að vakti undrun mína var hversu reglurnar voru ótrúlega eins. Afmarkað svæði, mörk, trékubbur sem spilaðar með og svo framvegis. Og ég gerði smá greinargerð þetta og færði líka fyrir því að við hefðum skilið þetta eftir sem menningar arfleifð í Norður-Ameríku fyrir 1000 árum. Það er ekkert og skrifaði síðan smá greinargerð fyrir kanadíska hockey-sambandið og þeir tóku bara vel í þetta og sagði já, þetta er bara áhugavert. En það sem kom síðan mest og óvart fyrir mig var það að kynnast því að þeir sem að gerðu íshockey að þeirri íþrótt sem það í dag sem sagt breyttu algjörlega ásjónu íþróttarinnar voru Íslendingar. Já, er það? Já, það er nefnilega það. Vestur-Íslendingar sem að stofnuðu eða krakkar og strákar Vestur-Íslendingar sem stofnuðu íþróttalið í Manitoba sem þeir kölluðu Winnipeg Falcons. Wow. Og þeir voru kallaðir af hockey var spilað af hefðarmönnum þá, þeir voru þeir sem réðu því hverjir komst á ísinn vegna þess að umhverfis ísinn voru borð, það sem var borðað og kampavín drukkið og svona og síðan komu hockeyspilarnir í sínum hvítu peysum og spiluðu svona kurteislega hockey og klassísk tónlist var leikin undir. Íslendingarnir voru með allt annað viðhorf. Þeir voru þannig til að vinna leikinn, sama hvað. Og þeir voru kallaðir The Ghoulies. Já, var The Ghoulies, já.
og fengu mjög lítinn tíma til þess að æfa sig. En samt sem áður heldu áfram að spila bara úti og kastinni gátu og 1918 þá verða þeir Kanadameistarar í íshokkí. Ekki bara það. Síðan kemur 1920 og þá eru vetrarólympíuleikarnir haldnir út í Belgíu og þá biðja Kanadamenn Íslendingaliðið, fálkana, að fara fyrir sig og fyrir sig fulltrúar Kanada. Þeir fóru og ég ætla ekki að segja alla söguna sko, en síðasti leikurinn var spilaður við Svíþjóð og út af virðingu við frændur okkar Svía að þá leyfðum við þeim að skora 2 mörk og síðan tókum við til okkar ráða og leikurinn endaði 12-2. Fálkarnir komu heim til Kanada og þeir voru þjóðhetjur með fyrsta gull Kanadamanna fyrir íshokkí, ólympíugull fyrir íshokkí og við vitum að þetta hefur mikla þýðingu fyrir þá vegna þess að saga fálkana er vel dokumenteruð núna til myndbönd á YouTube og allt saman þessa stráka, Íslendingana. Já, er það? Já. Vá, en stórkostlegt. En hugsaðu, ef að mín tilgátt er rétt, að þá förum við þarna yfir, við höfum þarna stutta viðtöl fyrir 1000 árum. Svo vitum við það ekki? Já, það er ekki vita við, það er núna verið að tala um það að allavega grænlendingar hafi farið þarna oft yfir til að ná sér í við, sko. Já. En sagan semst er svo að við höfum kennt að spila á ís, þú veist, síðan sjáum við að þetta er vonlaust, við nefnum ekki að drepa á alla, eins og var gert seinna, og við bara hörfum tilbaka. Svo komum við þarna 1000 árum seinna, tökum upp íþróttina sem að hefur það að þróast og verðum ólympíumeistarar í því. Þetta er alveg stórkostleg saga, sko. Þetta er algjörlega bara frábært, sko. Það finnst mér. Já, algjörlega. Og fálkarnir. Fálkarnir. Heyrðu, ég ætla nú að fara að slá botninn í þetta viðtal okkar, en mikið rosalega, svona að mann að fara eftir hugboðum, sko. Bara að ég las eitthvað smá post frá þér, var til þess að við áttum þetta samtal, bara rosalega gaman að spjalla við þér, þakka ég kærlega fyrir. Það er sem leiðskurun. Og ég bíð spennt eftir útgáfu bókarinnar. Ég er eins og Eiríkur Fjallar. Já, komdu bara á, ég ætla að auglýsa svolítið þessar samræður sem að fara fram og ég meina að þú ert alveg mikið meira en velkomin að taka þátt í því. Það verður mjög gaman að fá því. Það verða reyndar held ég á ensku. Já, ég slepp með það. Þú færðu það allt saman. Takk innilega fyrir ykkur nú. Já, takk sömuleiðis. Við sjáum síðar. Yes.